Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 11. febrúar 2026 klukkan 16:34. Þetta 889. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í dag sitja hér 2 varabæjarfulltrúar, það Valdimar Birgisson, varabæjarfulltrúi í forföllum Lovísu Jónsdóttur, bæjarfulltrúa Viðreisnar og Hrafnhildur Gísladóttir í forföllum Höllu Karínar Kristjánsdóttur, bæjarfulltrúa Framsóknar. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá fundarins í dag eru alls 10 mál, það eru 3 fundargerðir til staðfestingar og 7 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 697. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 29. janúar síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli nr. 1-2, þjónustukönnun sveitarfélaga 2025. Þessi árlega könnun Gallup hefur verið gerð í fjölda ára og Mosfellsbær hefur keypt niðurstöður hennar nokkuð reglulega. Þessi könnun mælir ánægju íbúa með þjónustu, bæði viðhorf og síðan út frá reynslu íbúanna af þjónustunni. Könnunin gefur einnig samanburð við önnur sveitarfélög. Við minnum að séu 20 sveitarfélög sem eru undir í þessari könnun og það mjög ánægjulegt að sjá hvað Mosfellsbær kemur vel út í þeim samanburði. Og bara til að nefna dæmi þá deilir Mosfellsbær fyrsta sætinu þegar kemur að gæðum umhverfis við heimili fólks. Og í öðru sætinu þegar það kemur að ánægju með sorphirðu. Öðruvísi mér áður brá og stöðu til íþrótta eða aðstöðu til íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu. Mosfellsbær líka mælist yfir meðaltali allra sveitarfélagana 11, í þeim 11 af þeim 12 þjónustu þáttum sem mældir eru og það líka ánægjulegt að í flestum þjónustu þáttum þar sem það mælt þá eru notendur þjónustunnar sjálfir ánægðari en þeir sem ekki nýta sér þjónustuna en tjá sig samt hvað þeim finnst hana. Og það það sem mikilvægt fyrir okkur, að við vitum hvað notendur þjónustunar hvað þeir upplifa. Og ég langar bara að segja að eftir að byrja var að greina svörin svona niður, því það var ekki gert í gamla daga. En eftir að fara að byrja að greina svörin niður eftir hvort að fólk í raun og veru nýtti sér þjónustu eða ekki, að þá eykst notagildi þessara könnunar til muna. Og mér langar bara þetta tækifæri að nefna nokkur dæmi úr niðurstöðum könnunarinnar. Það þannig að 93% íbúa eru ánægðir með Mosfellsbæ sem stað til að búa. Og það mælist mest ánægjan í samanburði við þau 20 sveitarfélög sem taka þátt í könnuninni. Það sem sé best að búa í Mosó. 82% eru ánægð með þjónustu sveitarfélagsins almennt þegar á heildina litið. 88% eru ánægð með aðstöðu til íþróttaiðkunar. En ef þeir eru tekið svör þeirri sem hafa nýtt sér aðstöðuna eða eiga fjölskyldumeðlimi sem nýta sér aðstöðuna, þá eru 90%. En hún 81% meðal þeirra sem ekki nýta sér aðstöðuna. Hvaða breytur, hvað að verkum þegar fólk að gefa einkunn hluti sem það ekki að nota, það veit ég ekki og það held ég veit enginn, en þetta alveg áhugavert út af fyrir sig. En við erum ekki hissa á að það sé að mælast hækkandi ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkunar vegna þess að það hefur mikil uppbygging verið í gangi varðandi aðstöðu til íþróttaiðkunar. Og sorphirðuna, því ég nefndi hana áðan, að þá 77% ánægja með sorphirðuna og mér sagt að það sé vaxandi ánægja með sorphirðuna eftir að nýja sorpflokkunarkerfið var innleitt og þjónusta grenndarstöðva var bætt. Þannig að við erum greinilega á réttri leið þar. Og svo annað sem kemur mjög skýrt fram í þessari könnun
og sérstaklega ánægjulegt að það að 93% þeirra, þess að 93% íbúa sem eiga barn á leikskóla aldri eru ánægðir með þjónustu leikskóla Mosfellsbæjar. Til samanburðar eru 64% ánægðir með þeirra sem eiga ekki börn á leikskóla. Og þá spyr maður aftur, hvað er verið að mæla? Hvað er fólk að hugsa? Ég veit það ekki. Það er að hugsa eitthvað. Það var mjög gaman að komast að því. En þessi 93% það segir bara Mosfellsbær er á góðri leið þó að alltaf megi gott bæta. Það er svipað varðandi grunnskólana. Þar eru 83% íbúa sem eiga barn á grunnskóla aldri ánægð með þjónustu grunnskólana. Samanborið við, ég veit ekki hvort það er sama fólki, en það er sama prósentutala, 64% sem eiga ekki börn í grunnskólanum. En auðvitað er líka bara svona viðhorf, það getur bara umræða í samfélaginu, getur bara haft töluverð áhrif í svona könnunum og ég held við finnum aldrei, þó verið gaman að vita, við munum aldrei finna nákvæmlega út, hvað fólk er að hugsa sem ekki notendur þjónustunnar. En svo það er ekki allt upp á bestu einkunn í þessari könnun og við þurfum að kannast við það. Og þá koma þeim málaflokki sem mælist ekki nægilega vel í könnuninni og það er málaflokkur fatlaðs fólks. Hann mælist lágur og hann hefur alltaf gert það. Mér sagt að mér fróðari fólki að það skýrist að hluta til á stórum hópi hlutlausra svara, að fólk er bara hlutlaust, segir hvorki af eða á. En það kemur þannig út að þau sem hafa nýtt sér þjónustuna eða eiga fjölskyldumeðlim sem nýtur þjónustunnar, það er 40% af þeim ánægð samanborið við 53% hinna sem ekki hafa nýtt þjónustuna, né eiga ættingja sem nýta hana. Þarna snýst þetta dálítið við að þeir sem ekki nýta þjónustu fyrir fatlað fólk í Mosfellsbæ eru í raun og veru ánægðari heldur en þannig að þetta er ekkert nýtt en þar með er ekki hægt að segja að við getum og við megum ekki loka augum okkar fyrir þessu. Þetta er vísbending að þarna sé hægt að bæta og það er sannarlega verk fyrir höndum. Við erum alltaf með, það er búið að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, minnir maður heiti. Það eru alls konar kröfur sem settar á sveitarfélögum til dæmis. En það er sannarlega verk að vinna í okkar góða sveitarfélagi og við tökum þessa niðurstöðu mjög alvarlega, er mér óhætt að segja. Könnunin í heild gefur góða vísbendingu hvernig íbúar upplifa þjónustu bæjarfélagsins og við getum sannarlega vel við unna niðurstöðunar þessu sinni fyrir utan þessar áskoranir varðandi málaflokk fatlaðs fólks. Mosfellsbær mælir sem sagt í fyrsta sæti yfir þess bæjarfélög þar sem best er að búa. Þetta vissum við náttúrulega í hjarta okkar, við sem sitjum við þetta borð. Við þurftum enga mælingu fyrir okkur, en það er bara ágætt að fá svona smá staðfestingu á því líka. Og gleðjast stund, svo það bara að halda áfram að vinna, að betri og aukinni þjónustu og uppfylla þarfir þeirra sem við erum hér kosin inn til þess að gera. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri þetta mál. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir sama málið, þjónustukönnun. Nei, hvað heitir þetta? Ekki þjónustukönnun. Þjónustukönnun sveitarfélaga. Þjónustukönnun sveitarfélaga heitir þetta. Mig langar að taka undir með bæjarfulltrúa Önnu Sigríði. Það er mjög ánægjulegt að sjá að Mosfellsbær kemur vel út í könnuninni og það er alveg hárrétt sem kom fram í hennar máli að við höfum átt í láni að fagna að hafa verið í efstu sætum í þessari könnun mörg ár aftur í tímann sem er auðvitað mjög jákvætt. Það sem er ánægjulegt líka er að bæjarfulltrúi Anna Sigríður er miklu ánægðari með könnun núna heldur hún var síðasta kjörtímabili þar sem að hún var ekki eins ánægð með þessar kannanir en það er nú bara svona smá í gríni sagt. Það er þannig að þetta er mjög gott viðmið þessi könnun. Hún er ekki
það ekki nógu margir kannski sem að taka þátt í henni, rétt tæplega 400 manns ef ég man rétt, þannig að það getur verið kannski fá svör á bakvið suma mjög sérhæfða málaflokka eins og kannski varðandi þá aðeins sem að nota þjónustu fatlaðs fólks og síðan þá jafnvel leikskólana og það. En þetta er mjög athyglisvert að fólk svari það sé ekki ánægt með til dæmis eins og þjónustu leikskólana sem að ekki að nota hana, að það sé ekki ánægt með hana. Þannig það er auðvitað verið gaman að kafa dýpra í það. En ég tek undir það að það þarf að staldra við og skoða kannski þá flokka sem að ekki að skora hæst. Það var nú gert hér á síðasta kjörtímabili. Þá komum við ekki nógu vel út einu sinni varðandi þjónustu við eldri borgara og þá var farið í það að rýna það sérstaklega og út úr því kom ágætis vinna sem hægt var síðan að byggja á. Þannig held ég að við getum notað þessa könnun. Það var ekki tekið þátt í þessari könnun í fyrra, það hendi Mosfellsbær en ánægilegt að Mosfellsbær sé komin aftur inn varðandi þá þáttöku og eins og einhvern staðar hefur komið fram að þá til eitthvað slagorð sem segir það að sé gott að búa í Kópavogi en samkvæmt þessari könnun og undanfarin ára þá einfaldlega best að búa í Mosó og við fögnum því hvar í flokki sem við sitjum. Takk fyrir. Takk fyrir Bæjarfrey. Bæjarfrey Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, já, sumir segja að komið vel á vondan núna og en þessi könnun hefur, hvernig unnið úr henni hefur skánað undanfarin ár. En mér langar bara, og ég tek undir allt það sem hann Ásgeir segir, þetta ég gleymdi kannski að nefna að þessar niðurstöður náttúrulega farin í alla nefndir til þess að grannskoða eitthvað sem að þarf að taka á. En mér langar til að nefna vegna þess að Ásgeir nefnir, bæjarfulltrúi Ásgeir nefnir réttilega að þessi könnun var ekki keypt í fyrra, það var kannað náttúrulega, við keyptum ekki niðurstöðuna. Þá þess að við ákveðum að nota könnunarpeningi annað og það var í kannanir akkúrat þar sem vorum að tala við þá sem eru þjónustu þegar hjá okkur, eins og fólk sem að nýtur heimaþjónustu. Og svo var einhver önnur, nú bara stólið úr mig hver hinn könnunin var, getur einhver hvíslaði því að mér? Skóla- og ráðgjafarþjónusta. Og það til ég að sé og ég nefndi í mínu innleggi, þetta vísbending, ég sagði það bara einu sinni reyndar, en ég held að við verðum að skipta dálítið á milli, taka þátt í einhverju svona eins og þessari Gallup-könnun, en síðan að líka að nota þá takmörkuðu fjármuni sem við höfum í að gera svona kannanir til þess að virkilega skoða stöðuna, hvað varðar okkar þjónustu hjá okkar fólki. En já, fleira var það ekki. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar að taka til máls þennan lið. Svo ekki en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 697. fundar bæjarráðs réttfund. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og annað dagskrármál þá fundargerð 1698. fundar bæjarráðs frá 5. febrúar síðastliðnum. Þar voru 8 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Fulltrúar, kemur þetta málið 2.3, útboð vegna ræstiþjónustu. En þarna var bæjarráðið að samþykkja að ganga til samninga við lægstbjóðanda í útboði vegna ræstiþjónustu, þar sem var boðið út í rauninni fyrir allar stofnanir sveitarfélagsins, sem bara besta mál og svona ákveðin hagræðing í því varðandi reksturinn, af því að þetta hefur verið þessi þjónusta hefur verið aðkeypt og mismunandi fyrir hverja stofnun við hvernig hvaða aðili hefur verið að taka að sér verkið, þannig að þarna er svolítið að mögulega það einfalda en kannski fyrst og fremst bara að horfa upp á hagræðingu sem mér skilst að sé svona slagi einhverja 100 milljónir á ársbasis sem sveitarfélagið að
spara sér með þessu og það bara mjög jákvætt og ég bara fagna. Bara svona vekja athygli þessu og vonandi að þetta verði bara til bóta fyrir stofnanir sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég uppi undir máli 2.4 held ég, það ekki verið. Tillaga uppbyggingar áætlun vegna búsetu fatlaðs fólks. Og það kannski tengist óhjákvæmilega því sem ég var að ræða áðan undir öðrum lið varðandi þjónustu við fatlað fólk. Það ekki ólíklegt að það spili inn í það að það meiri óánægja með þann málaflokk heldur en aðra hjá okkur. Það til dæmis það að það vantar búsetuúrræði. Við erum ekkert ein það, við erum ekkert eina sveitarfélagið sem vantar búsetuúrræði. Það bara ekki nægilega gott ástand í þessum málaflokki eiginlega hvar sem á landinu. En eitt skrefið til þess að reyna að bæta þjónustuna, það einmitt það sem á að fara að gera hér. Það að setja stefnu uppbyggingu búsetuúrræða fyrir fatlað fólk. Við vitum nokkurn veginn hver þörfin í framtíðinni og það kemur fram í þessu minnisblaði Við vitum að á biðlista hjá okkur eru 16 manns. Við vitum að það fara að koma 3 manneskjur sem verða fullorðnar sem bætast þá við. Auðvitað getum við aldrei verið með nákvæman biðlista en þetta gefur okkur mjög sterka vísbendingu hvað þarf að byggja upp en við þurfum líka að ákveða hvernig ætlum við að byggja upp. Ætlum við að gera þetta alveg sjálf? Ætlum við að vera í samstarfi við aðra að gera þetta? Hvers konar búsetuúrræði getum við boðið upp á í samstarfi við náttúrulega og í samtali við hagaðila eins og Öryrkjabandalagið eða eins og þegar við byggðum búsetukjarnar upp í Helgafellslandi sem Þroskahjálp byggði fyrir okkur. Þetta allavega fyrsta skrefið í að móta stefnu og setja síðan á hana aðgerðaáætlun til þess að stíga þessi nauðsynlegu skref því það sér hver sjálfan sig með það að ef það hlýtur alltaf að vera betra fyrir fólk. Ég bara hugsa, ég reyna að setja mig í spor foreldra sem eru með fatlað barn. Þú vilt koma barninu í örugga höfn. Þú vilt að það sé búið þannig að barninu það geti notið þeirra lífsgæða sem mögulegt og í því umhverfi sem er uppbyggilegt og gott og mannvænt. Og til þess þurfum við kannski fjölbreytt úrræði. Það eins og við öll hin erum alls konar, þá fatlað fólk líka alls konar, með alls konar þarfir. Þannig að, en þetta var orðið lengra heldur en ég ætlaði að tala þetta, ég ætla bara benda á þetta og þannig erum við að taka skref sem skiptir máli fyrir framtíðar uppbyggingu búsetuúrræða fyrir fatlað fólk. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki. Fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði og við tökum þá fundargerðina til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1698. fundar bæjarráðs að réttufund. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þriðja dagskrármál fundargerð 85. fundar ungmennaráðs Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 29. janúar síðastliðinn. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og tökum hana til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 85. fundar ungmennaráðs að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá höfum við lokið þeim afgreiðslum sem fyrir fundinum liggja.
Komið að fundargerðum til kynningar og þar þá næst 4. dagskrármál fundarins sem fundargerð 40. fundar heilbrigðisnefndar. Þar var 1 mál á dagskrá. Fundurinn fór fram 29. desember síðastliðinn. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Engin óskar að taka til máls þessa fundargerð og fundargerðin lögð fram. 5. dagskrármál fundargerð 41. fundar heilbrigðisnefndar og sá fundur fór fram 3. febrúar síðastliðinn. Þar voru svo mikið sem 20 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 7. dagskrármál fundargerð 277. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 9. janúar síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 7. mál á dagskrá fundargerð 55. eigendafundar Sorpu BS. Fundurinn fór fram 19. janúar síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 8. dagskrármál fundargerð 420. fundar stjórnar Strætó BS. Sá fundur fór fram 23. janúar síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 9. dagskrármál fundargerð 992. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fundurinn fór fram 23. janúar síðastliðinn og þar voru 20 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 10. mál á dagskrá fundargerð 622. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 2. febrúar síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 25. febrúar næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 16:57.